En sko, talandi hagfræðiformúlu, sko, almennt nú svona þeir sem svona í laissez-faire, viðskipta heiminum, sem sagt svona frjálsviðskipti, þá frjálsflæði og fjármagn og allt það. Nú ekki vinsælir í þeim teóri. Nei, sko vegna þess að það svo kalluð Ricardo-kenning í hagfræðinni, þar sem að þú framleiðir vöruna þar sem hún hagkvæmust. Þetta svona eitt af grundvallarreglum og undirstaði hagfræðinnar undir það sem heitir utanríkisviðskipti. Og það þannig að þá svo vara sem framleidd, þá hún framleidd í því landi sem hagkvæmast að framleiðina og það verður svona sérhæfing. Sko, það mjög ódýrt vinnuafl, ég sé að gestur okkar að fara að koma, Hermann, að það mjög ódýrt vinnuafl sem sagt í þessum löndum og þess vegna hefur þetta farið, þess vegna hefur sem sagt, menn segja sem svo, látum bara Kínverja að framleiða þetta vegna þetta 25-30 ára ferli, Jón, sem búið að vera í gangi. Ég var þarna 79 út í þessi verður ekki snúið við á einhverju nóttu, sko. Nei, ég var þarna 79 út í Hvítahúsi. Vísindalega einhver viðskiptafræðinema. Þá einmitt var hann Kínverji sem var nú aðalkallinn þá. Það sá sem að kom með opnaði Kína fyrir umheiminum og fjárfestingum og sem var til þess að þess að það skipti ekki máli hvort að köttur væri hvítur eða svartur. Já, alveg rétt. Svo framalega sem maður veitti mís. Já. Og hann setur þetta á og opnar og menn streyma og svo hafa náttúrulega Kínverjar líka verið þekktir fyrir það að sögn sko bandarískra vísindamanna og uppfinningamanna þeir stela öllum uppfinningum sko. Og þannig að sérleyfin í Bandaríkjunum þau bara haldi ekki vatni eða haldi ekki Já. Lengst af voru þeir mjög ósveifli við þetta. Núna setur hann þetta á og hvað hann þá að hugsa ef við erum að reyna að hugsa þetta út frá okkur hagfræði þar sem að gerast þarna með þessum tollum að þá hann að reyna að fá þessi störf hann að reyna að fá nægt til þess að bara reisa skóverksmiðju í Bandaríkjunum. En það eru bara miklu hærri laun heldur en í Kína og það miklu strangara varðandi sko barnavinnu og ýmislegt fleira. Þannig að þar kemur, sko, þannig að út frá Ricardo-kenningunni með þetta streymi á milli landa þar að framleiðslan fari fram í þeim löndum þar sem hún hagkvæmust. Það það sem riðlast núna með þessum tollum. Og þá segja menn, ok, Bandaríkjamenn að fara að framleiða meira en þeir að framleiða vöruna dýrari. Nú við höfum á Íslandi stundum verið með það sem kallast veljum íslenskt, þá þetta bara þannig að þú segir ég ætla að kaupa íslenskt bara vegna þess íslenskt, vegna þess ég ætla að reyna að þróa vöruna hérna heima. Já, þetta hefur verið svona, en sko bara rétt í lokinu að því að við ætlum að gestur okkar komin. Fáum til okkar góða gest hérna, en það náttúrulega talað sko að framleið laun í Kína meira sér orðið það of há, þannig að framleiðslan hefur verið að færast til mjög margra annara landa. Við hér talað Víetnam og ýmis önnur lönd í Austur-Asíu, jafnvel inn í Afríku á tímabili virtist Eþíópía ætla að verða svona sko allur fataiðnaðurinn kom til Bangladesh sem að var áður í Kína en eitt bara í loki sko að því að talandi bíla sko mér nú minnistætt hafandi talsverð áhuga á bílum að Benz setti upp vespmiður í Alabama í Bandaríkjunum til þess að, og þá var það væntanlega innan þessara aðferðafræði Trump í lagi að hafa hann þar, ég veit ekki hvort hún en það var allavega haft á orðið að það vildi eiginlega enginn kaupa Benzana sem voru framleiddir í Alabama. Já. Það var bara... Var það að vera framleidd í Þýskalandi? Nei, það bara gæðavandamálin, það voru gæðavandamál, Jón, á þeim tíma sem önnur hlið á þessu, en það nú flækir nú kannski